hvoldasta klukka sem þið hafið nokkuð tíma séð. Og sjáuð nú bara hvernig herra Hvolfi les bækur. Hann les þær ekki bara á hvolfi, heldur byrjar hann að lesa þær á öftustu síðu. Og sjáuð nú bara hvar herra Hvolfi setur frímerkin þegar hann ætlar að senda einhverjum bréf. Hafið þið nokkuð tíma séð hann aðeins? Nú, þessi saga er öll það þegar herra Hvolfi kom til bæjarins. Enginn er alveg viss hvernig herra Hvolfi kom þangað eða hvaðan hann kom, en það er þó víst að hann kom, því að einhver sá hann fara út úr járnbrautarlestinni. Verst var að hann gerði þetta allt öfugt og Hvolfi, sem engan skildi furða á eða hvað. Loks komst hann út af járnbrautastöðinni og herra Hvolfi hélt nú af stað til þess að leita sér að gistihúsi þar sem hann gæti fengið næturgistingu. Gestgjafinn reyndi að brosa ekki þegar hann sá herra Hvolfa koma inn í gistihúsið, halda á ferðatöskunni sín á hvolfi og með hattinn og haus á hausnum. Gott kvöld, herra minn, sagði gestgjafinn. Hvað get ég gert fyrir þig? Nú er það eitt sem þið þekkið ekki, en það er talsmáti herra Hvolfa. Stundum vilja orðin umsnúast hjá honum. Kvöldi gott, sagði herra Hvolfi við gestgjafan. Ég fá herbergi, vildi? Gestgjafinn klóraði sér í hausnum. Áttu við að vilja fá herbergi, spurði hann. Svo vel gjöra ef þú vildir, já, sagði herra Hvolfi. Loks tókst gestgjafanum að koma að því hvað herra Hvolfi var að tala og senda hann upp á herbergi í lyftunni. Síðan tók herra Hvolfi upp úr ferðatöskunni sinni, fór í náttfötin og fór í rúmi. Hann var allþreyttur eftir ferðina, hvaðan svo sem hann nú kom. Næsta dag fór herra Hvolfi í bæjarráp. En það var nú meira öngþveiti sem þetta bæjarráp kom af stað. Hann tók sér leigubíl frá gistihúsinu, en ruglaði bílstjóran svo þegar hann var að reyna að segja honum hvert hann ætlaði, að verslingsmaðurinn ók beint á umferðarljós. Æ, vandræði hvaða, sagði herra Hvolfi. Þykir leitt mjög, þetta mér. Svo fór hann inn í stórverslun í miðbænum. Hann gekk að einu afgreiðsluborðinu. Gæti ég fengið eitt sokka pörum, sagði hann við konuna við afgreiðsluborðið. Þú átt við eitt par af sokkum, sagði hún brosandi og sýndi honum hárauða sokka. Herra Hvolfi setti þá upp á hendurnar á sér. Svo reyndi hann að halda á brott. En þar sem hann var herra Hvolfi, reyndi hann að ganga niður færistigan og allt fólki sem var að fara upp hann, datt hvert manna þvert. Úr þessu var hræðileg kös, öll á Hvolfi. Þennan dag setti herra Hvolfi ýmislegt á hvolf. Hann fór á málverkasýningu og heimtaði að fá að setja allar myndirnar á hvolf, svo hann gæti hort rétt á þær. Og svo þegar herra Hvolfi hafði ekki verið nema einn dag í borginni, hvarf hann. Enginn vissi hvernig hann fór, né hvert hann fór, en vissulega fór hann, því að hann var ekki lengur þar að finna. Allir í bænum vörpuðu öndinni léttar. En það sem bæjarbúar uppgötvuðu var að allt var ennþá á hvolfi, þrátt fyrir að herra Hvolfi var í farinn. Ósköpunum lesið, hrópuðu blaðasalarnir í stað þess að hrópa lesið ósköpun.
Fréttirnar hér koma, sagði sjónvarpsþulurinn í stað þess að segja, hér koma fréttirnar. Það góðan, var fólk farið að segja hvert við annað þegar það hittist. Og sæll komdu, í stað komdu sæll. Tal fólks var allt á hvolfi. Getið þið hvolft úr ykkur einhverju á hvolfi? Bara svona nú reynið. Nei, svona nú reynið bara, á tífi.